charismatic. Í dag ætlum við að kafa ofan í frekar magnaðar heimildir 7 sálfræðileiki. Já, og þetta eru leikir sem eru notaðir til að stjórna fólki. Nákvæmlega. Allt frá mjög lúmskum aðferðum yfir í bara beinar árásir. Markmiði hjá okkur er sem sagt að afhjúpa þetta. Já, skilja hvernig þetta virkar og kannski mikilvægast af öllu hvernig maður getur varið sig. Halló öll saman. Hlýjar kveðjur til ykkar allra. Við erum afar glöð að vera aftur með ykkur í nýjum þætti. Hjá Charismatic vinnum við allan sólarhringina því að skapa efni sem er raunverulega gagnlegt fyrir ykkur. Yfir 50 manns leggja sitt að mörkum af nákvæmni og alúðugjörnum netrása okkar svo því fáið bestu mögulegu upplifun. Já, að byrja. Gerum þetta. Sko, heimildirnar nefna margar aðferðir, en það er ein sem er oft fyrsta skrefið. Já, og hún er kölluð ástarsprengja. Og það er svo lýsandi nafn. Einmitt. Því þetta líkist alls ekki árás til að byrja með. Þvert á móti. Nei, alls ekki. Fornarlambið er baðað í athygli. Já, gjöfum, ástúð. Gerandinn lætur manneskjunni líða eins hún sé, miðpunktur alheimsins. Akkurat, að allir dreymar og langanir skipti máli, að einhver sjái loksins smáatriðin sem engin annars sér. Sem hljómar auðvitað dásamlega. Já, hver vill ekki? En það er eitt lykilatriði hérna, er það ekki? Hraðinn. Nákvæmlega. Þetta gerist of hratt. Það er ekki verið að byggja upp raunverulegt tengsl. Nei, það er verið að byggja upp fíkn. Og orðið fíkn er mjög mikilvægt hérna. Hvernig þá? Sko, þegar maður fær svona yfirþyrmandi staðfestingu, þá losnar dópamín í heilanum. Já. Það er vellíðan. Ok. Og markmiðið með ástarssprengjunni er að gera fornarlambið háð þessari vellíðan. Svo, þegar athyglin er skyndilega tekin í burtu. Sem gerist alltaf. Já, alltaf. Já. Þá upplifir fornarlambið bara hrein fráharsinginni. Og verður orðvæntingafullt? Já, tilbúið að gera nánast hvað sem er til að fá næsta skamt. Og þar með er stjórnin hafin. Vá. Svo vörnin í raun að vera meðvitaður hraðan. Að stoppa og hugsa. Er þetta eðlilegt? Einmitt. Raunverulega nánd tekur tíma. Þetta er sprettur en ástin er maraþon. Og þetta leiður okkur að næsta aðferð sem er eiginlega andstæðan. Gassljósun. Já, þar erum við komin yfir í að brengla raunveruleikan sjálfan. Þetta er sko markviss tilraun til að fá eitthvað til að efast eigið minni. Og jafnvel dómgreind. Bara það sem maður sér með eigin augum. Nákvæmlega. Heimildin líkir þessu við áróðurstekni nasista. Hugmyndina að ef þú endurtekur lígi nógu oft, Já. verður hún að sannleika. Einmitt. Gerandinn er ekki að breyta staðreyndinni, til dæmis að hann hafi haldið fram hjá, hann er að breyta túlkun þvíni á henni. Já. Með setningum eins og, þú ert alltaf svo viðkvam, þetta er bara ímyndun í þér. Þetta gerðist aldrei svona. Og þetta er endurtekið og endurtekið. Þar til maður er að fara að hugsa, kannski er ég bara munað þetta villást. Kannski er ég í alverinu og viðkvæm. Þetta er svo ótrúlega skaðlegt. Já, því markmiðið er að eyðileggja sjálfstróstið þitt. Þegar þú treystir ekki lengur þinni eigin dómgreind, þá ertu algjörlega háð honum. Svo hver er vörnin? Heimildin að segja, treystu tilfinningum þínum. Og það er einmitt málið. Það er erfitt en lífsnauðsynlegt. Lykillinn er að aðgreina atburðin frá tilfinningunni. Hvað meinarðu? Hún er alltaf raunveruleg. Hún er þín. Og enginn hefur rétt til að afneita henni. Enginn. Aldrei. Að halda fast í það er akkerið í þessum stormi. Frá því að brengla veruleikan förum við yfir í að nota þögn sem vopn. Þriðja aðferðin er þögnin. Já, þetta er mikilvægur greinamunur. Hvað þá? Er ekki eðlilegt að fólk þurfi stundum sitt plás? Jú, algjörlega. En þá segir maður kannski, heyrði, ég þarf smá tíma. Það er heilbrigt. En þetta er annað. Þetta er allt annað. Þetta er, útreiknuð, ísköld og löng þögn, hönnuð til að refsa. Og til að skapa óvissu. Nákvæmlega. Þessi óvissa er pynting. Mannsheilinn þolir hana illa. Svo maður byrjar ósjálfrátt að leita að sökinni hjá sjálfum sér. Hvað gerði ég villast? Einmitt. Og þar liggur valdið. Lausnin er að vera bænskettur. Að kalla þetta út. Já, ég finna að þú ert fjarlæðug. Ef eitthvað er þá er það að tala saman því þessi þögn bætir ekkert. Og ef hinn aðilinn er tilbúin að tala, þá er von. En ef ekki, þá er þögnin líklega stjórntæki. Ok, nú förum við yfir í aðferðir þar sem öðrum er blandað í málin. Fjórða aðferðin er kölluð þríhyrningur. Já, þetta er klassist brag. Oft notað þegar rök gerandans eru,
frekar veik. Svo hann þarf líðsauka. Nákvæmlega, hann þarf að safna liðist. Þetta hljóð var svona, ég talaði við Jón og hann er alveg sammála mér. Meira að segja að mamma mín segir að þú sér dónaleg. Einmitt. Og allt í einu ert þú ekki lengur í samtali við eina mannesku. Nei, þú ert að berjast við einhvern ímyndaðan hara fólki sem er ósammála þér. Og þá ferðu að efast þína eigin afstöðu. Kannski er ég í minnihluta, kannski er ég skrítin. Þetta er svo lúmst. Hvernig bregst maður við? Með því að krefjast skýrleika, draga samtalið aftur að ykkur tveimur, eitthvað að þessa leið. Mér er alveg sama hvað Jóni finnst. Akkurat. Ég er að tala við þig núna, vinsamlega talaði fyrir sjálfan þig. Já. Það tekur allan vind úr seglunum. Takk fyrir að vera með okkur hingað til. Ef þetta var gagnitt fyrir ykkur, sendið það núna til einnar mannesku. Ein deiling, ein og sér, hvetur tímið okkar verulega. Ok, þá er það síðustu 3. Heimildirna segja þær séu oft þær hættulegustu. 5. aðferðin. Breiðmálar. Já, og þessi líking er svo sterk. Hún er það. Ímyndað er að þú sért hungruð Já. og einhverju gefið þér einn þurran brauðmólar. Ná til að halda lífi í manni en aldrei ná til að seðja. Einmitt. Og í samskiptum birtist þetta sem lágmark athygli. 1 like á samfélagsmiðlum, stutt skilabóð á 2 vikna fresti. En svo þegar kemur að einhverju alvöru skuldbendingu, Þá hverfur manneskjan. þetta skapar það sem kallast slittrótt styrking, er það ekki? Eins og í spilakössum. Nákvæmlega. Þú veist aldrei hvenær vinningurinn kemur, svo þú heldur áfram að reyna. Hver móli gefur þessa fölsku von? Kannski núna, kannski verður það öðruvísi í þetta skiptið. En það verður aldrei öðruvísi. Þetta er vítarringur vonar og vungbrigða sem heldur fornalambinu föstu. Og lausnin er sársækafull. En einföld, þú verður að standa upp frá borðinu og fara. Þú ert skilið heila máltíð, ekki móla. 7. aðferðin er líka mjög lúmsk. Hvíti riddarinn. Já, bjargvætturinn. Sá sem virðist alltaf vera að redda málunum. Já, en það óþægilega er að oft þá skapar hvíti riddarinn vandamálið sjálfur. Hvernig þá? Bara til þess að geta svo leista og byrst sem hetjan. Heimildin nefnir dæmi samstarfsmann sem óvart eyðir mikilvægri skrá. Og vinnur svo allan nóttin að vera að bjarga henni. Nákvæmlega. Og fær þannig þakklæti og aðdáun. Fatinn er ekki að hjálpa. Það er valdatilfinningin. Þeir vilja mann þurfandi ekki sjálfstæðan. Þetta sést ef maður reynir að leysa sín eigin vandamál. Einmitt. Þá verða þeir kaldir. Jafnvel sárir. Af hverju baðstu mig ekki hjálp? Svo munurinn á raunverulegri hjálp og þessu. Er að raunveruleg hjálp vill að þú vaxir. Fítirittarinn vill halda þig niðri. Og þá er komið að síðasta og að margar að nati eitraðasta leiknum, Darvó. Já, þetta er skammstöfun. Stendur fyrir deny, afneita, attack, ráðast á og reverse victim and offender. Snúa við hlutverkum fórnarlams og geranda. Vá. Þetta er eins og þríhöfða dreki. Kemur að þér úr öllum áttum í einu. Ok, tökum dæmi. Ég kem að einhverjum og spyr rólega. Af hverju laugstu að mér? Og þá byrjar dansinn. Fyrsta skrefið, afneitan. Ég laug ekki. Þú ert að misskilja. Næst kemur árásinn og hún beinist ekki að lyginni, heldur að mér. Akkurat. Af hverju ertu svona tortrygginn? Af hverju varstu að snuðra? Og svo kemur lokahaukið. Já. Hlutverkunum er snúið við. Gerandin verður fornallambið. Ég trú ekki að þú treystir mér ekki. Þetta særir mig svo mikið. Og á sekúndubroti er þú sem varst fornallambið. Komin í vörn, farandi að biðjast afsökunar og hugga manneskina sem breyta á þér. Þetta er alveg ótrúlega áhrifaríkt. Þetta snillar bragð á fræðilegan hátt, hvernig í óskapunum vermaði sig gegn þessu. Sko, það er nánast ómögulegt ef maður lætur draga sig inn í leikinn. Svo maður verður að neita að spila. Einmitt. Þú verður að halda sig við upprunalega efnið. Sama hvað. Endurtaka rólega. Við getum rætt traust síðar. Núna erum við að ræða þessi skilaboð. Af hverju lögðu? Að krefjast ábyrgðar er ekki árás. Nákvæmlega. En það krefst gríðarlegt styrks. Þegar við horfum svona yfir þetta allt saman, þá er rauði þráðurinn kannski þessi. Þekking er vald. Já, algjörlega. Að skilja að þetta eru þekktar aðferðir, að þú sért ekki að ímynda þér þetta. Það er fyrsta skrefið. Krafturinn færist aftur til þín þegar leikirnir hætt að virka. Þú ert ekki oviðkvæm. Þú ert ekki geðvik. Þú hefur líklega bara lent í klónum á snjöllum leikmanni. Einmitt. Og það vekur upp
upp eina lokákælingu. Heimildirnar benda á að þessar aðferðir virki oft besta fólk sem samkenndarfyllt. Fólk sem vill trúa því besta aðra. Já. Og lokaspurningin til umhugsunar því þessi. Hvernig getur maður haldið í samkenndina og opna hugan sem svo dýrmæti eiginleikar en á sama tíma byggt upp nógu sterk og skýr mörk til að verja sér? Takk fyrir að vera með okkur til enda. Ef þessi þáttur hjálpaði ykkur endilega setið like, skiljið eftir stutt athugasemd og deilið honum einhverjum sem geti haft ánægju af honum. Hver deiling hjálpar fleirum að finna okkur og ekki gleyma að vera áfram áskrifandi að Charismatic. Það besta enn framundan. Sjást í næsta þætti, haldið áfram að vera Charismatic. Charismatic.